Komið sæl. Þá komið að fjórða og síðasta myndbandi fyrir þennan kafla. Þó að þessi einn tími sem kallast tími 5 á áætlun hjá okkur, þá var ekki sérstakt myndband fyrir þann tíma. En þið munið kannski eftir í fyrsta myndbandi, þá vorum við að fjalla líkurnar á, eða hvernig við reiknum atburði eða spurtum líkur á þetta gerist eða eitthvað annað. Alltaf ef þið getið orðað spurninguna þannig að þessi eða í henni, þá eigum við að leggja saman allar líkurnar. En núna ætlum við að fjalla hvað gerist ef að spurt hverjar eru líkurnar á að þetta gerist og þetta. Það er að segja svona endurteknar tilraunir eða við erum að skoða eitthvað tvennt sem þarf að gerast. Og til þess að reikna þetta, að þá í staðinn fyrir að leggja saman líkur fyrir hvern atburð, að þá ætlum við núna að margfalda saman líkur fyrir hvern atburð. Og enn og aftur er ágætt að sýna þetta með dæmi. Hér ætla ég til dæmis að snúa lukkuhjóli 2 sinnum og það sem ég vil að gerist er að í fyrra snúningnum vil ég að hún lendi á gráum reit og í seinni snúningnum á hún að lenda á svörtum reit. Og spurt hverjar eru líkur á að þetta gerist í þessari röð. Og þá athuga ég bara og setja þetta upp svipað og í fyrsta myndbandinu. Ég reikna líkur á hvorum atburði fyrir sig sem verið að spyrja líkurnar á að ég fá gráan og líkur á að ég fá svartan og svo margfalda ég þessar 2 atburði saman. Þannig að hér eru 3 gráu reitir af 8, þannig að líkurnar á að fá gráan reitir er 3/8 og líkurnar á að bíla lendi á svörtum reitir er 1/8 og ef ég margfalda þetta saman þá fæ ég út 3/64. Og svo finnst mér ágætt að breyta þessi yfir í prósentur. En eins og ég sagði líka í fyrsta myndbandinu, þið megi svari almennu broti eða tugabróti eða prósentum. Allt er þetta jafn rétt eða það stendur ekki í dæminu að þið þurfið að svara með ákveðnum hætti. En hér sjáu þið að það eru sem sagt frekar litla líkur á að þetta gerist, 4,68% líkur. En nú eru þið að minnsta kosti búin að sjá hvernig þetta er reiknað og vonandi dugar það til að þið breyti ykkur á og geti leyst dæmin sem fylgja í bókinni. Ég segi bara gangi ykkur vel og takk fyrir mig.